Hörðu, við ætlum að byrja þetta bara af krafti, það er yfir nóg að fara og við ætlum að byrja á kallmanni vikunnar. Kallmanni vikunnar er auðveldur að þessu sinni og það er það kom eiginlega ekkert annað til greina heldur en sá sem er búinn að vera bæði í fréttunum og rífandi aðra með sér. Það kemur eiginlega engin annar til greina heldur en Gummi Emil, einkaþjálfari og lífskúnsner með meiru. Hér getum við síðan hann sem er að rífa með sér fullt af ungum mönnum upp á fjallstind, gerandi svona hluti, promóta heilbrigðan lífstíl, eins og segja, rífandi aðra með sér sem er lykilatriði í þessu og bara sjáum áhrifin sem hann er að hafa bara með þessu framtaki. Ég ætla að lesa það sem hann skrifar hérna. We are the Icemen. Víkingar vakna 2 hours in the -2 Celsius frost was easy for us. The Vikings in Iceland are waking up. We are no longer afraid of the cold. We get stronger in the cold. We do not get sick in the cold. That's a myth. This is the way of the Vikings. We go berserk in the cold. That's the only way to make it here in the cold and almost zero sunlight during hard winters and no UV lights for 4 to 5 months. Then we have to make VUV light inside ourselves. Cardio of the day done. Now we go sea swimming in the staggering 1 degree, but also go to the steam room and bath in the hot geothermal water. Thanks to Joe and the Juice for the delicious juice. Ad. Já, vel gert að Joe and the Juice að sponsa þetta og það ættu fleiri að drullast til að sponsa svona mission. Þú séð hérna þessa meistara sem að þetta farið með honum. Ég nefnilega viðurkenni það að ég hef lengi verið og er bara svona nýlega byrjaður að sjálfur taka svona þetta kuldadæmi. Ég hef ekki pláss fyrir kalt kar en ég er hættur að svona víla með nokkuð við að fara undir kalt vatn og svona og þetta er bara staðreynd sem hann er að segja, þetta er allt í hausnum á manni og veljiðuna tilfinningi sem kemur eftir á er nefnilega alveg geggjuð. Við ætlum að sjá hérna hina myndina sem hann er með hérna og því líki meistarar sem fara þarna með honum og mér langar að kíkja á það sem að hann kom í fréttunum. Djúvill er ég ánægður með að RÚV skyldi græja það. Lítum aðeins á það hérna. Karla lét ekki stoppa sig. Þeir skokkuðu upp á esjuna í fylgd Guðmundar Emils Jóhannssonar einkaþjálfara. Við erum að fagna kuldanum, við erum hættir að vera aumingjar, við erum víkingar og við ætlum bara að geta verið út í eigin landi, lítið klæddir. Flestur er heima núna bara í símanum að gera ekki neitt Við erum að vera sterkir og við erum sterkir og við erum bara að njóta þess að vera til og hverjum einstu deg. Við erum að smá spratti, Karla lét ekki stoppa sig. Þeir skokkuðu upp á esjuna í fylgd Guðmundar Jöfull er það magna hjá þeim og mér langar bara að segja einmitt það kom póstur inn á frændum eða annar sem verið að gera grína einhverju einu sem að Guðmundur Emil sagði. Ég vil meina að þeir sem er að gera grína honum eru þeir að fara þarna að rífa aðra með sér, rífa fullt af ungum mönnum upp að raskatinu til að gera hluti. Eru þeir að gera það? Nei, þeir eru vælandi oftast á internetinu sem eru gerandi grína að mönnum eins og honum. Það er bara ekkert flóknar en það. Djöfull er gaman að sjá þetta og ef ég væri á Íslandi þá myndi ég reyna að berjast við aumingjan í sjálfum mér og drulla mig með þeim. En ég ætla að sjá hvað Gummi er að gera í sumar, hvort ég get ekki verið með í einhverjaði. En djöfull er gaman að sjá þetta og mikið gaman að sjá hvað hann vekur upp hörð viðbrögð frá bara svona almennum aumingjum sem er að gagnrýna þetta. Því að þarna kemur maður sem er að rífandi aðra með sér. Hann er ekki bara vælandi yfir einhverju sem er að gerast, hann er rífandi aðra með sér í þetta og er að gera eitthvað í málunum. Það er ótrúlega auðvelt að væla yfir öllu. Það er ekki auðvelt að setja sig í sviðsljósið, gefa skotfæri á sig og actually fucking gera eitthvað í málunum. Þannig að ég get ímyndað mér að meðal Gumma Emil heitur, hann líti einhvern veginn svona út. Oh, Captain Janeway. Lace, the final brassiere. Oh, hurry up, I'm a busy man.
Þannig að þetta ekkert smá flott hjá honum og bara Gummi Emil virkilega vel að þessu komin að vera kallmaður vikunar. Ég vil hlakka til að sjá meira frá honum, það bara ekki flóknara en það. Get ekki hrósað þessu nú.